tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Það held ég nú sportþátturinn en þá með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi og já, líkt og ég talaði áðan þá ætlum við að fara núna yfir aðeins í hlaupin og á línunni komin einn fremsti hlaupari okkar Íslendingi í dag. Það er hann Arnar Pétursson. Hann er nýfaldur Íslandsmeistari á þessu ári. Heill og sæll félagi. Blessaður félagi, hvað segirðu? Bara ljómandi, hvernig gengur þér að koma öllum þessu gullum fyrir þar sem þú ert að vinna hinn og þessi hlaup? Já, það gengur nú bara býstlega vel sko, það er ekkert mál sko, þetta er lúxusvandamál myndi ég að segja sko. Já, nákvæmlega. Herðu, en já, þetta ár hjá þér núna eins og þetta er búið að vera, var þetta eitthvað sem þú settir áramótin og sagði bara, herðu, nú ætla ég að vinna bara öll hlaup sem boði eru, sem eru langhlaup? Já, svona kannski ekki beint, en svona ég vissi að ég myndi eiga hugsanlega möguleika á þessu, þannig að þetta var svona eitt af þeim markmiðunum sem ég setti mig fyrir þetta hlaupaára, svona allan að hafa möguleikan á að ná þessu. Já. Og þetta var kannski ekki það svona eina sem maður stendi að, en hlutaði því. Nákvæmlega. Það er allan að talið eftir því sem næst hefur komist, þá ert þú eini frjálstamaðurinn sem hefur verið orðið ríkjandi Íslandsmeistari í jafnmörgum greinum og daginn í dag. Já, 9 mismunandi greinum. Það ég sé að talaði Silja Úlfarsdóttir, hún var eins Íslandsmeistari í 7 mismunandi greinum og sé að maður betta á að hugsa að það var einhver svona þá var semst að eitt sett 10 Íslands met á árið 1946 Finnbjörn en það var Íslands met en ekki Íslandsmeistara titlar kannski. Já. Það er svona búin að spurður út í því hvort ég hef verið að setja Íslands met eða að vinna Íslandsmeistara titla. Þetta er þess að Íslandsmeistara titlar er ekki Íslands met. Nei, nákvæmlega. En þú ert núna Íslandsmeistari í 3000 metra hlaupi innanhús, 3000 metra hindrunarhlaupi, 5 km göturhlaupi, 5000 metra hlaupi á braut, 10 km göturhlaupi, 10.000 metra hlaupi á braut, halvu maraþoni og heilu maraþoni. Þú vannst Reykjavíkurmaraþonið og náðið þann besta tíma sem Íslendingur hefur náð hér á landi. Já, á íslenskri grundu. Á íslenskri grundu mitt. Það er svona aðeins öðruvísi að hlaupa í þessum brekkum og vind sem er hérna á Íslandi heldur en að fara í svona topphlaupin erlendis sem þetta er flatt og þú veist með keppni líka allan tíman. Ég hljópi þetta aðleitn allan tímanum í Reykjavíkurmaraþoni sem er líka aðeins það hefur ekki verið svona héri sem að leti taka á því? Nei, þetta var bara ég á móti klukkunni í rauninni sko. Ef maður fer bara beint í málmálana, hvað er erfiðasta hlaupið sem þú ert búin að taka á þessu ári? Erfiðasta hlaupið þetta sem ég er búin að hlaupa á árinu er hérna klánlega sko tækni erfiðasta var þetta Dyrfjallahlaupið en erfiðasta hlaupið bara var hérna Esjuhlaupi. Ég hljóp líka svona nokkur utanvegarhlaup í ár og í Esjuhlaupinu var hlaupa 2 ferðir sem upp og niður að steini og ég var ekki búin að hlaupa neitt svona almennilega upp eða niður einhverja brekkur og það maður þarf alveg, þetta er alveg sérstakur undirbúningur að hlaupa í svona fjallahlaupum og ég bara eitthvað held að ég var í fínu formi og ég held bara myndi geta farið létt með þetta og fer af stað og byrja reyndar að villast smá, hljópa ykkur smá útidúr en snöggur átt að maður vera að fara að villast en það var svona alltaf í norðin í svona 15. sæti eftir 500 metra en síðan maður bara keyri á að mitt brekkuna og þegar ég búin hlaupa svona 15 mínútur upp þá ég bara að byrja að hugsa Jesús Kristur, það bara brennur allt lærin, kálfarnir, allt í rugli og ég get ekki beðið eftir að byrja að hlaupa niður. Kemur upp, byrja sér að hlaupa niður og síðan þegar hún hlaupa niður ekki svona 5 mínútur það heitir svo mikil bratt í Jesúni þá ertu bara orðin, bara lappirnar eru öskrandi og ég var bara að byrja bara, ég er aldrei að fara að komast aftur upp, þetta verður bara eitthvað fáránlegt sko. Og ég hérna síðan bara svona eiginlega kraftganga lappa upp sko og bara rétt kemst upp og svo var ég bara stöðstressa á leiðinni niður að ég myndi bara missa vatnum þetta væri bara, það myndi gefa eftir það því að voru svo ógeðslega þreyttur og höggið voru svo mikil en einhvern veginn tekst mér að komast í mark og
þetta var svona feelingur sem margir fá oft eftir marathon eða eftir hálfmarathon eða eftir svona hlaup. Þannig hugsaði ég bara, ég ætla aldrei aftur að hlaupa upp eða niður brekku á ævi minni eftir að versta sem ég veit sko. Já. En síðan einhvern veginn þetta svona ógeðslega gaman eftir á. Þótt það var ógeðslega leið, þetta var ógeðslega erfitt í hlaupinu, þá þetta allt svona einhvern veginn svona eftir á og bara, þetta var geggjað, ég til ekki að þetta aftur. Já. Það allt svona upplifun sem ég fæði frá mörgum sem var hlaupað mitt, sem hlaupa þar, þetta var ógeðslega erfitt. En ég ætla að gera þetta aftur. Þú náttúrulega, já, við tölum það fyrir í kvöld hérna, þegar vorum í motocrossinu, það alltaf veggur það ekki sem að klessir á í hverju hlaupi fyrir sig? Jú, það getur náttúrulega verið það, en síðan algjört draumur að þegar maður sem lendir í því eins og í rauninni í Reykjavíkurmaraþoninu, það sem einhvern veginn bara, þessi veggur kom aldrei og það bara, manni leið alltaf bara betur og betur eftir sem leið á hlaupi og ég hleyp sko seinni hlutan alveg bara náðust 2 mínútum hraðar heldur en fyrir hlutan á maraþoninu og seinustu 2 kílómetrarnir hjá mér eru bara á, já eins og þú verið á, aftur á hlaupabretti, þá verið það svona á 8,5 seinustu 2 kílómetrarnir. Þannig að maður svona leið allan tíman vel og það náttúrulega svona draumurinn að ná þannig hlaupum, en síðan getur þetta alveg orðið akkurat þegar þú lendir á veggnum og þá þarfst að vera fáránlega sterkur í hausnum til að keyra bara einmitt í gegnum hann. Já, okay. Það náttúrulega þannig í svona löngum hlaupum, þetta ekki í rauninni bara eins og, já, líkaminn bara fari úr manni svona á tímabili oft? Já, þetta náttúrulega bara eftir því sem það verður lengra, þá eiginlega kemur þetta meira og meiri hausinn inn í þetta sko. Og maður hefur séð það bara á svona mörgum topplaupum sem eru kannski góðir í aðeins styttri vegalengdum, en síðan þegar ég færa sig upp í svona eins og maraþonið, þá fylgir ekkert aftur endilega árangurinn það sko. Þannig að þetta getur verið algjör hugalaukum eins og einn svona saga sem ég segi stundum þessum að ég byrja að vera að testa bara sjálfa mig þegar ég var svona í fyrstu skipti að eitthvað að æfa fyrir maraþon einhverju viti að hvort ég væri virkilega með eitthvað svona haus í þetta. Þegar ég hljóp ég fór bara niður í íþróttahús og fór inn í það sem bara eitt hlaupabretti og þá bara hvítur veggur fyrir framan mig og engin með mér og engin tónlist og ekki neitt. Og þá var ég að taka svona æfingu fyrir maraþona sem ég hljóp í heildina 35 kílómetra og það voru 21 kílómetra á sko maraþon pace-inu sem var eitthvað á þeim tíma eitthvað svona 16,5 eða eitthvað á hraða. Og þannig var ég bara einn á brettinu og þetta var algjört helviti en samt einhvern veginn tókst mér þetta og þetta var, þú veist, ég hugsaði með því, já ég gæti alveg gert þetta aftur og svona, það var svona vel líka svona, ok, kannski maður með svona bokkalega sterkan haus til að vera í þessu sporti sko, til eitthvað frambúðar. Já. Og hvað kemur til að þú ferði í þetta sport? Varstu með grunn úr einhver öðru eða var það alltaf langhlaup hjá þér? Ég var, nei, bara alls ekki sko, ég einmitt bara akkurat eiginlega svona andstæðan sko, eða þar að segja, ég var í fótbolta með Breiðablik og var Íslandsmeistari þar í yngri flokkum og eitthvað svona og þá var maður alltaf að vinna eitthvað svona hlaupatest eða þú veist, slá eitthvað met eitthvað og þá alltaf að segja, þú veit, góður hlaupin eitthvað svona frálsjótt að þjálfara stundum að segja við mann eitthvað, þú veitur að koma að æfa eitthvað og ég eitthvað bara, nei, bara held ekki sko. Síðan fór ég úr körfuboltan í fótboltan, fótboltan í körfuboltan og var þar í yngri landsliðum bara fram til U20 og þegar fyrir U20 landsliði þá enda ég sem 13. maður og það 12 sem voru valdir til að fara út og þá hafði ég hlaupið í Reykjavíkurmaraþoninu þegar ég var 18 ára og þá ætlaði ég bara að hlaupa á maraþon bara svona til að tjekka af listanum og ég ætlaði að hlaupa sko árið áður af því að þá var pabbi minn að hlaupa en þá var ég bara ungur og má ekki hlaupa í Reykjavíkurmaraþoninu maraþon nema að ég 18 ára og ég ákvað það bara með einhverjum 2 vikna fyrirvara og ég bara hugsaði með þetta getur ekki verið það flóki sko, pabbi hljóp eitthvað og hann í einhverju sérstöku standi sko og það var allir með eitthvað þvílíkar áhyggjur af mér að ég að labba á drykkjastöðum og ég að hafa mér nóg að borða og ég vissi ekkert hvað ég að fara út í þannig ég fann mér svona bara einhvern gæja sem að leit út fyrir að kunna þetta og Jóhann Gylfason og ég hljóp bara eftir honum bara svona einhverja 30 kílómetra og síðan endaði ég á einhverju þá nýju Íslandsmeti í 20-22 og 18-20 ára og var annar af Íslendingunum og
fekk við sem pening fyrir það og ég bara eitthvað, já, ok, cool, geggjað, eitthvað. Þannig ég ákvaði þegar ég var köttaður, sem sagt 2 ára seinna var ég köttaður úr U20, var sem sagt 13. maður og þá ákvaði ég bara, prófa bara að æfa eitthvað að viti fyrir þetta og sjá hvort að ég get eitthvað í þessu. Og þá bara talaði við frænda minn og hann Byggi Sævar sem mikil hlaupari og hann bjóð fyrir mig hlaupprogram og svona og það síðan bara gekk rosalega vel að æfa allt sumarið og ég endaði með að vinna Reykjavíkurmaraþonið bara í lok sumars og þá var svona eiginlega ekkert svona aftur snúið að maður svona einhvern veginn sá hvað þetta lægi vel fyrir sér og það væri svona einhvern veginn að myndi bara sjá eftir en maður myndi ekki einhvern veginn reyna á það í framtíðinni að gera þetta einhver alveg. Já, nákvæmlega. En það er náttúrulega, þú ert væntanlega það ekki með æfingafélag, ertu bara sjálfur alltaf hlaupandi? Já, ég er að æfa hjá IR núna og undir við setjum upp sameiginlega ég og Marta Ernsdóttir þjálfari og þar er bara algjör topp æfingagrúppa búin að myndast þannig ég og maður getur rætt við flottar aðstæður en síðan er náttúrulega mjög mikið af þessum æfingu þegar maður hlaupast kannski 140-170 km á viku þá eru mikið af svona skokktúri sem maður bara fer sjálfur og skokkar sko, maður er ekki alltaf með einhverjum að skokka þannig að maður þarf líka að vera ansi harður við sjálfa sig sko að fara út og hlaupa jafnvel þó maður nenni í stundum ekki. Já, nákvæmlega. En þeir sem þú væntanlega hefur kynnst mörgum nú eru náttúrulega svo margir að hlaupa daginn dag, þú sér það bara í maraþonum sem eru að taka þátt í Reykjavíkurmaraþoninu og gott betur en það. Þetta er náttúrulega, það má segja við Íslendingar, við hljótum eiga meti í höfðatölu hvað eru margir hlaupar. Ég geti bara vel trúið því sko, það er það sem vantar kannski meira í þetta er að fleiri yngri sé að hlaupa í þessum hlaupum því að það er eins og menn fatti þetta ekki fyrir að þessi svona orðnir aðeins það er svona komin aðeins yfir 30 eitthvað, jafnvel fertu og þá smitast menn af einhverjum svona hlaupa bakteríum sko af því að það er einhvern veginn ég veit ekki nákvæmlega hvað það er sko en menn er eitthvað margir svona yngri sem er eitthvað stressað við að fara út að hlaupa gæti tengst þegar menn er í síðum tights og það er alltaf mikið skref sko þegar menn er að hlaupa að byrja að fara út og vera í alveg síðum tights og engum stuttbuxum yfir eða eitthvað þannig sko, bara gamm á síðan sko. Já, náttúrulega. En hvað er svona framundan hjá þig núna? Nú ertu náttúrulega nýfaldur Íslandsmeistari, getur þú bætt ykkur meira við? Nei, nú er ég bara sestur í Helgastein sko, þetta er komið gott held ég, búin að hlaupa, nei það er bara næstu helgi er mjög spennandi verkefni að fara að hlaupa keppa á Norðurlandamótinu í Víðávaslaupum í Danmörku og svo er ég að fara í líka mjög spennandi og skemmtilega ferð 8. til 10. desember til Dublin að hlaupa þar í ekki alveg búin ákvæða hvort ég hlaupi þar í 5 eða 10 km vonandi 5 km hlaup þar og svo er það er nóg að gera og síðan er í lók desember þá er ég að fara í 3 vetra æfingabúðir til Suður-Afríku einmitt með æfingagrúppu úr IR það er algjör snill sko. Þannig að en hjá þér, getur þú lifar af því bara að hlaupa eða ertu að gera eitthvað annað? Ég er í skóla eins og ég er búin að vera ég er að taka ég er að útskýra á stuttubóra ég er að taka 3 masterskráður á 3 árum núna ég er að taka master í endurskoðun á reikningsskilum og er að klára núna kennsluréttindi og fjármál fyrirtækja master í því. Já, það er engin geimvísindi. Já, svo er ég að hlaupa einhverja 100 kílómetra það er svona það sem maður gerir helst Þannig að, já, þegar þú ert ánum þreyttur á lærdómi þá ert þú ekki í vandræðum að fara út aðeins að skokka. Nei, nákvæmlega, þetta er nefnilega algjör snild með sko lærdómi að það er svona aðeins að brjóta í daginn og síðan þegar maður er bara þreyttur eftir að læra svo mikið, það er bara fínt að enna bara upp í sófa eða eftir rúmi að sitja og lesa bara, það er bara mjög fínt svona á milli sko. Getur það með stjórna tíman líka sem það er svona kannski sem er líka eitthvað svona skemmtilegasta á næsta ári, ég glemt að segja það náðan, er heimsmeistaramóti í hálfumaraþoni í Valencia. Það er alltaf, ég færi 2 sinnum á heimsmeistaramóti í hálfumaraþoni og það er bara
algjör snill því lík sko, það var bara að koma allir að vera bara með öllum þessum bestu í heiminum og stemningi sem myndast í þessum hlaupum sem eru að þau eru oft haldið í sambandi við götuhlaup og það eru kannski 15-20.000 manns að hlaupa og 100.000 að hvetja þannig að það er svona eitt af ástæðanum fyrir maður í þessu sko og það er svona keppa mótið bestu frábæra aðstæður. Já, Svona í lokinu sleppir, hvernig svona leggst í því svona framtíðin í frjálsum íþróttum? Nú erum við með rosalega mikið efnilegu fólki hérna á landinu. Já, heldur að þeim munu halda áfram? Nú er náttúrulega þekkt að þrjósta fólk hætti fyrir eitthvað snemma oft þegar kannski áður er að fara upp á sitt besta tímabil. Já, nákvæmlega, það er nefnilega allt sko, ef þú bara lítur á sko í rauninni söguna bara hjá frjálsum íþróttamönnum, þá eða okkar bestu mönnum, þá eru margir að vera að setja bara þessa tíma fyrir og lengdir og kasta og stökkva, þeir voru bara í 20-24 eitthvað og síðan eru bara menn hættir og það er náttúrulega ræðst af þessu þáttum og sumt af því öllum að fá styrki og fá fjármagn og svo þurfur ekki að vera að vinna jafn mikið og getur sinnt þessu af nægilega mikil elju senni og mætt á nógu margar aðeins til þess að ná þeim árangri sem þú getur mögulega ná. Þannig að það er svona við eigum að geta verið með bara við erum með 2 sko frjálsíþróttahallir og það er 1 frjálsíþróttahall í Danmörku og við erum með bara þvílíkt góð aðstöðu, þvílíkt gott tækifæri. Þannig að það væri bara snild ef að fleiri geti nýtt sér þetta og þá getur við verið bara með bara frjálsíþrótta fólk bara í heimsklassa, allavega Evrópuklassa. Gott þetta. Ólympíuleikar, er það eitthvað stefna hjá þér? Það er bara eitthvað svona sem er náttúrulega alltaf ofarlega í huga hjá öllum sem eru í frjálsum íþróttum. Það er svona, þetta er bara eins og hjá fótboltastrákum að vera að fara á HM eða EM og það er eitthvað sem okkur dreymdi ekki að við getum mögulega verið að gera en nú erum við bara reglulega og fasta gestir í bæði kalla og karla. Þannig að þetta er svona á næsta ári þá ætlum ég að reyna að hlaupa hratt marathon, svona það sem ég leit bara upp á tíma og ég gerir það í Hamburg vonandi, loka apríl og þá er bara stefnan að svona komast bara eins nálægt ólympíulágmarki og maður getur og maður setur sér svona ekki tímalega markmið bara eftir því sem maður dregur nær og maður sér hvernig æfingar er að ganga. Já, nákvæmlega. Þannig að það er alltaf ofalega í hugan alltaf. Já, nákvæmlega. Og það er náttúrulega einn maraþonhlaupari sem hefur keppt hann Kári Steinn, hann væntanlega hefur verið að, þér eitthvað innan handar eða ekki? Já, ég hef alveg bara eftir með honum síðan bara að maður byrjaði og hefur alveg verið að svona fá allan þann fróðleik sem maður getur fengið hjá honum og hann hefur bara nýst manni þvílíkt vel og algjör bara einhver mestu toppmaður sem að Ísland hefur alveg hendi, sko. Já, klæmi. Arnar Pétursson, þakka kærlega fyrir tíma. Ég heyri það að ég gæti tala við þig alveg bara út þáttinn því að þú ert búin að æfa náttúrulega fleiri sport sem að getur ábyggilega að tala við í allt kvöld. Það eru náttúrulega boltasportinn og fleira. Ég spyrði nú bara beint út. Ég spyrði bara beint út hvað lið heldur þú með ensku úrvalsdeildinni og hvað er þitt lið hérna í körfuboltanum heima? Ég er Liverpool-maður út af föður mínum eins og svo margir aðrir sem hafa lent í að vera Liverpool-menn svona og hefur þurft að berjast við það í mörg ár. Og síðan hérna heima er náttúrulega bara Breiðablik, sko. Já, nákvæmlega. Ég er algjör Bliki, Kópavogsmaður í húð og hár, sko. Já, fyrir utan Blikana áttu þá eitthvað annað lið? Nei, ég raunin ekki, sko. Ég er bara, það er bara Blikarnir eina sem kemur að, sko. Það er því miður fyrir önnur lið, sko. Nei. Já, Arnar Pétursson, þakka kærlega fyrir og gangið vel. Takk fyrir. Takk fyrir. Já, sportáttinni verður áfram. Já, Viktor Samuelsson næstur. Það er HM í kraftlyftingu framöndan. Hann er næstur línunni. Fyrst er það Heroes-lagið hérna sem var verið að biðja frá einum etnilegum körfu knattleiksmanni. Don't tell the gods I left a mess. I can't undo what has been done. Let's run